the same, and He's living for me. Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus, the healing Savior, He's the same, the cleansing Lord. He is the same, the King of glory. He is the same, and is living in me. Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus is the same, the healing Savior. He's the same, the cleansing Lord. He is the same, the King of glory. He is the same, and is living in me. Jesus, ég þér af hjarta og sál. Og hver taug minnar veru lofar þig. Því Tilgangur lífs mitt þú minn Jesús, og að eilífu ég tilbið nafnið þig. Jesús, ég að þér af hjarta og sál. Og hver taug minnar veru lofar þig. Því Tilgangur lífs mitt þú minn Jesús, og að eilífu ég tilbið nafnið þig. Því Tilgangur lífs mitt þú minn Jesús, og að eilífu ég tilbið nafnið þig. Halleluja, því tilgangur lífs mitt þú minn Jesús, og að eilífu ég tilbið nafnið Amen. Varla getið að tala til okkar.
Komið í sæl aftur. Guð er góður. All the time. Nú veit, ég ætla að pröfa að hafa hérna. Á þessum aldri þá þarf maður svo mörg glerugu. Ég var að kaupa mér svona progressiv og ég kann svona eiginlega ekki alveg að nota þau ennþá. Þau duga ekki þarna við píanóið því að þá þarf maður bara að halla sér aftur á bak og helst. En sjá hvort þau virka hérna. En það er hérna vers í Kólossubréfinu, 3. kafla, 3. vers, sem segir svona, Kólossubréfi 3:3. Því að þér eru dánir og lífið er fólgið með Kristi í Guði. Þér eru dánir. Þú segir, ég vissi það kannski ekki, ég hélt ég væri lifandi. En tákmyndin hér, það sem ég ætla að tala um í dag er tákgrænt. Það voru myndir, getur komið það kalli upp á? Eina, tvær myndir sem langar að sýna ykkur að ákveðinni athöfn, ef það virkar. Jú, sko, þetta er á Filippseyjum og hvað heldur þetta fólk sé að gera hérna niður við vatnið? Veiða? Er þetta bara ekki Kyrrahafið? Ha? Er þetta bara ekki Kyrrahafið? Það er nú það. Það er kjurt allavega. Þetta er bara fiskimenn? Já. En þarna eru fleiri myndir. Þarna er mjög stór og mikil skírnar athöfn. Fólk er að koma þarna niður af vatninu eins og að kom til Jesú og láta dýfa sér niður. Og við spyrjum kannski, fólk í dag spyr kannski af hverju. Af hverju er fólk að gera svona vitleysu, láta dýfa sér niður í vatn og ég meina til hvers eiginlega? Er ekki nóg bara að fá einn dropa hérna á ennið? Ok, við skulum skoða aðeins í Korintubréfinu, 1. kafla og 21. versið, þá sjáum við að það var svona ýmislegt, þetta er skrifað fyrir 2000 árum síðan, að hugsun manna hún breytir svona voða lítið með árunum. Tækninni flegi fram, en við erum alltaf að fást við mannin og þetta sem er innan í honum, hugurinn og eðli mannsins. Það breytist ekki og það er svo merkilegt að við getum haft alveg hámenntaða syndara. Það eiginlega bjargar þeim ekki sem sagt, frá sínu synduga eðli. Við heyrum oft sagt mennt er máttur, en sannleikur er kraftur, segir ritningin, og það er sannleikurinn sem setur mannin frjálsan. Það er ekkert annað en sannleikurinn sem getur sett mennina frjálsa. Það er engin menntun sem getur leyst þig frá syndum þínum. Í Korintubréfinu hérna segir að það er heimurinn með speki sinni þekkt ekki Guð, í speki hans. Þóknaðist Guð að frelsa þá eða trúa með heimsku predikunarinnar. Nú ætla ég að lesa þetta fyrir ykkur í annari þýðingu á ensku og kannski, ég ætla að lesa bæði á ensku og íslensku. For in his wisdom, God designed that all the world's wisdom would be insufficient to lead people to discover himself. Það er ekkert af menntun eða visku heimsins sem getur uppgötvað Guð. Þeim er það bara megn. Þeir get ekki uppgötvað Guð. Og þess vegna var það að Guð, he took delight in baffling the wisdom of the world. Hann bara dundaði sér við að rugla
visku mannana og heimsins með því að nota einfaldleika predikunarinnar, sagan krossin, og að til þess að þeir sem trú á krossin, að þeir gætu frelsast og losnað frá syndum sínum. Þetta visku heimsins ofviða. Þeir bara grípa þetta ekki. Og það sem ég var að lesa hérna áðan með að þér eru dánir og lífið er fólgið í Kristi, það segir okkur það að ef þú kemur til Jesú Krist, ef þú verður kristinn, þá það ekki eitthvað sem gerist bara á blaði. Þú þarft að deyja þínu lífi. Þú verður að deyja, gefa upp þitt líf til þess að Kristur fái að vera þinn drottinn. Og þannig að þetta að vera kristinn, það svo misskilið. Fólk heldur þetta sé bara, já, ég fer bara með bænina mína, eða ég geri bara þetta, ég geri bara hitt. Nei, fyrir lærisveinana var það ákvörðun að yfirgefa allt og fylgja Kristi. Jesús sagði bara, fylg þú mér, ok, ætla ég að fylgja honum eða ætla ég ekki að fylgja honum. Við sjáum að sumir yfirgáfu allt og fylgdu honum, en sumir vildu ekki fylgja honum. Og þetta enn þann dag í dag þannig, þetta okkar val að fylgja eða ekki fylgja og að gefa líf okkar Kristi, deyja sjálfum okkur til þess að fylgja Kristi. Það okkar val. Og skírnin, niðurdýfingarskírnin, hún kemur hér inn í þessa mynd. Vegna þess að Jesús Kristur, hann sagði við lærisveina sína, hann sagði, farið, skýrið þá og kennið þeim allt sem ég hef boðið þér. Og þá var hann að meina að þegar þeir færu og gerðu lærisveina, þá ættu þeir að skýra þá og kenna þeim allt sem hann hafði kennt þeim. Og svo segir hann, sá sem trúir og skýrist mun hólpinn verða. Okay? Orðið hólpinn, ég fletti því upp fyrir mörgum árum, ég ekki svona grísku spekingur eins og sumir hérna inni, þannig ég verð kannski leiðréttur upp í kaffinu á eftir. Það gæti farið svo. Ég fletti þessu orðu upp og það þýðir hólpinn. Það náttúrulega, við vitum öll hvað að vera hólpinn, andlega talað. Það svona, já, innst inni, já, þá fer ég til himins þegar ég dey. En það meira en það, vegna þess að hólpinn, það þýðir að hann hefur læknað mig, ég leystur, ég frelsaður, ég verndaður, og ég verið gerður heill og ég varinn og allt þetta, ég geymdur í þessu ástandi. Líf þitt fólgið í Kristi. Líf þitt fólgið í Kristi að ef þú gefst honum á vald, að þá allt þetta hólpinn, þetta tilheyri þér hér á jörðu. Þannig að hérna, mér langar líka við lítum bara á örfáar ritningar þessa athöfn sem svo fáir í raun og veru skilja hvað þeim finnst þetta bara asnalegt. Sástu hvíta dúfu? Já, ég hef oft séð hvíta dúfur, ég sé hvíta rjúpur líka, en þetta var kallað á mig í Vestmannaeyjum þegar ég var þar, 9 ára gamall, hvort ég hefði séð hvíta dúfu. En hérna, og það gott að fólk hefur gaman að einhver, annars ekkert gaman. En hérna, 2:41, Postulasagan, þá sjáum við, þeir ræktu trúlega uppfræðslu, það segist að allir sem veittu orði hans viðtöku voru skírðir, þann dag bættust við 3000 sálir. Þannig við sjáum að skírnin fór fram eftir að fólk tók trú og skírnin hafði einhverja þýðingu. Þetta var ekki bara að hérna svona athöfn til þess að við getum komið saman í kaffi á eftir og hérna haft gaman, nú búið að skýra barnið. Nei, þetta var eitthvað sem hafði virkilega þýðingu fyrir fólk og á þessum dögum gat kostað
menn lífið að taka skírn vegna þess að það voru ofsóknir í gangi. Þannig að þetta var ekki bara eitthvað sem menn gerðu, þetta var samfæring, trúar samfæring. Þeir sem sagt, við sjáum hérna að það voru 3000 mann skírðir á einum degi, svipað og var þarna á myndinni áðan. Og í Postulasögunni 8:36 þá lesum við hann Fílipus sem var trúboði og Guð sagði honum að fara niður á sérstakan veg, það var engill sem talaði við hans og þar hittir hann mann sem að keyra sem var eþíópískur hirðmaður frá Eþíópíu, já. Og hann var að biðjast fyrir og hann var í vagninu sínum og hann var að lesa Jesaja spámann og andinn segir við Fílipus, farðu að þessum vagni og vertu sem næst honum. Og Fílipus skundar þangað, heyrði mannin vera að lesa Jesaja spámann og hann spurði, skilur það sem þú ert að lesa? Hinn segir, nei, hvernig ætti ég að geta það ef enginn leiðbeini mér? Og hann bað Fílipus að stíga upp í og setjast hjá sér. Og svo útskýri Fílipus fyrir honum ritningarnar að Jesaja spámaður að tala Jesú og síðan koma þeir hérna í versi 34, hirðmaðurinn mælti þá við Fílipus, segð þú mér hvern segir spámaðurinn þetta, sjálfan sig eða einhvern annan. Fílipus tók þá til orðs og hóf máls á ritningu þessari, boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Þegar þeir fóru áfram veginn, komu þeir að vatni nokkru, þá mælti hirðmaðurinn, hér er vatn, hvað hamlar mér að skýrast? Fílipus sagði, ef þú trúir á öllu hjarta, er það heimilt. Þannig að þetta snýst, þessi athöfn snýst trú. Og þetta ég líki þessu svo oft við að vera ástfanginn, ég trúi á Jesú, hann bjargaði mér, hann gaf mér nýja byrjun og nú vil ég bara giftast honum með því að taka þessa niðurdýfingaskírn, alveg eins og ég giftist konunni minni forðum. Ég vil innsigla mína ást með því að gefast Jesú og skírnin þýðir það að einhverju leyti en það glæra þarna sem ég langar að fá upp með skírnina. Það eru 4 punktar sem að ég hef sem mig langar að tala í sambandi við skírnina. Það skírn, heitir nú, þetta bara í Easy Worship. Og það fyrsta að skírnin, hún hlýðni og hún grefturinn og upprisa. Hún játning eða sáttmála tákn og hún gefur fyrirheit heilagan anda. Og ég ætla bara að fara aðeins yfir þess að punkta með okkur fljótt hér í dag. Hún hlýðni. Hlýðni ekki vinsælt orð í dag. það allt og gamaldags. En við lesum Jesúm Krist að það sagt hann í Hebreabréfinu, hann lærði hlýðni af því sem hann leið. Jafnvel maðurinn Jesú sem var Guð, hann kemur til jarðarinnar og hann hefur ákveðið verkefni að vinna á jörðu og hann þar beygir sig undir föður sinn og hann hlýðir honum sem maður. Og jafnvel þótt hann þyrfti að líða og kveljast, þá hlýddi hann Guði og hann gekk þann veg sem Guð hafði boðið honum. Þannig að Jesús, hann lærði hlýðni. Spurning, hefur þú lært hlýðni og áttu erfitt með að hlýða? Sumir eiga erfitt með að hlýða lögreglu þegar þeir eru stoppaðir og sumir, já, ég fæ bara já, það bara amen. En það eitthvað í okkur stundum sem við viljum ekki láta einhvern annan segja okkur hvað við eigum að gera. En þegar einhver annar segir okkur hvað við eigum að gera, þá getur það þýtt skipun, það getur líka þýtt leiðbeining, það getur líka þýtt gott ráð. En allavega skírnin, ef að Jesús sagði okkur að taka skírn, þá það í rauninni nóg. Að ég bara segi, ok, Jesús, ég trúa þig og ef að þú vilt að ég staðfesti heit mitt á þennan hátt, þá ætla ég að hlýða því. Og síðan það greftrun og upprisa. Og það eiginlega eitt vers hérna sem ég ætla að gefa ykkur í Jóhannes
14, 23, að þar segir að sá sem elskar boð mín, sá sem elskar boð mín, eða eins og einhver þýðing segir, sá sem elskar mig, varveitir mitt orð, eða hlýðir mínu orði, Faðirinn mun elska hann, til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Þannig að ef við elskum hann, þá hlýðum við orðinu hans. Og það eru svo margir sem segja, já, ég trúi, en já, orðið það þarf að uppfæra það. Það þarf að laga þýðingarnar, það þarf að aðlaga það að nútímanum. Sjá til, ég las fyrir ykkur áðan ritningu, orðið var heimska fyrir 2000 árum. Það hefur ekkert breyst. Andi heimsins og andi Guðs fara ekki saman. Og við getum ekki skilið Guð nema hafa anda Guðs. Við getum bara ekki skilið Guð nema hafa anda Guðs. Og í Rómverjabréfinu, þá er okkur sagt það, í Rómverjabréfinu 6, 4-6, að þarna kemur aftur þessi hugsun að deyja. Að deyja. En það góða við þessa hugsun er að það segir hér, við erum dánir og greftræð með honum í skírninni til þess að lifa. Þannig að þetta er allt saman táknræn merking. Við erum dánir til þess að lifa. Þú deyrð þínu gamla lífi til þess að byrja að lifa nýju lífi. Og hjónabandi er mjög góð mynd til þess að útskýra þetta, vegna þess að þegar þú giftið þig þá átt að deyja sjálf við þér og lifa með konu þinni. Þú hefur ekki lengur sama vald yfir þínu lífi og þú hafðir af því að þú ert búin að gefa það fúslega og sjálfviljugur. Og það er sama með þetta að við gefum okkur. Við gefumst Kristi. Það er enginn sem neyðir okkur. Við heyrum orðið að við þurfum að taka á móti Jesú Kristi sem frelsara og gera hann að drottinn í okkar lífi. Og það er enginn sem neyðir okkur, við bara annarkvort fylgjum eða segjum nei. Og það er að tilheyra Jesú Kristi að taka á móti honum. Það er ekki að láta skrifa sig einhvers staðar í kirkjubók eða eitthvað. Ég þarf persónulega að taka á móti Jesú Kristi til þess að lifa með honum. Og ég þarf að segja við Jesú, já Jesús, þú mátt vera drottinn í mínu lífi. Og þannig að skírnin er tákmynd, hún er greftrun og upprisa. Þér eru dánir og þér eru greftræðir. Sjáðu, ef við höfum einhvern sem er dáinn, hvað gerum við hann? Við gröfum hann. Við gröfum hann. Við viljum ekki hafa dáinn mann og þess vegna þessi tákmynd, gamla lífið okkar, það er grafið. Og þessi játning er það að ég skil hvað ég er að gera. Þess vegna vil ég láta dýfa mér niður, ég fer undir vatnið og ég kem aftur upp til þess að lifa nýju lífi. Ég fer niður og ég kem upp til þess að lifa nýju lífi. Og það er sagt frá því í Pétursbréfinu 3. kafla 20. og 21. versi að skírnin hún á sér fyrirmynd. Hún á sér fyrirmynd. Við erum að tala nýtt líf. Við erum, Kólósebréfið orðar þetta svona, hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins, flutt okkur inn í ríki síns elskaða sonar. Það var maður sem tók skírt hérna einu sinni og hann hafði verið mjög, því miður er hann ekki hérna til að votta það, en ég get fengið hann ef þið trúið mér ekki. Hann vann hérna út í samkaup sem hét þá unnu 16 manns þar. Þegar hann tók skírt þá kom allur hópurinn. Vegna þess að fólk trúði ekki að þessi maður væri orðin svona, já, trúaður. Þannig að þau komu öll. Af hverju komu þau öll? Af því að þau sáu breytinguna á lífans út í búð. Og nú vildu þau fylgja honum til grafar og sjá nýja mannin rísa upp. Og þessi maður, það sem breyttist í hans lífi, hann var á valdi myrkursins. Hann var svona kjötiðna maður og
hann sagði að hann hefði stundum gantast með það að hann hefði sýnt hérna verslunarstjóranum hnífinn og sagði að viltu að ég heimsæki þig í kvöld og hérna, ég meina þetta var andinn sem hann var í og ég meina þetta er ekki góður andi, þetta er illur andi og hann sagði með það að það fóru út af honum illir andar þegar hann tók á móti Jesú Kristi. Þannig að hann vildi taka skírn, hann vildi fylgja Jesú og hann vildi ganga alla leið. Og skírnin er tákmynd upp á það að þessi maður sem er dáinn að við tökum hann og við gröfum hann og hann skal aldrei rísa upp aftur. Og nú er það bara nýji maðurinn sem lifir hér eftir. Og ég veit með sjálfa mig að þegar ég tók þessa afstöðu fyrir 46 eða 7 árum, þá breyttist allt líf mitt. Ég fekk nýjar langanir, það kom eitthvað nýtt inn í líf mitt sem aldrei hafði verið áður. Mig langaði ekki, ég var skemmtanafíkill, ég var ekki alki, vegna þess að ég veit ekki hvað það er. En ég var skemmtanafíkill, skemmtanaalki, þú mátt segja það. Og ég þurfti alltaf að fara út að skemmta mér vegna þess að ef ég fór ekki þá var ég að missa af einhverju. En eftir að ég frelsast eða tók á móti Jesú, þá var eins og væri komið bara nýtt forrit inn í hjarta mitt og mér langaði ekki. Nú langaði mig að vera með þessu fólki sem var svona halleluja fólk og vitiði hvað, mér fannst gaman að vera með gömlum konum á bænastund. Gömlum konum. Að vísu fannst mér leiðilegt þegar þær voru svona að tala prjónan og allt þetta og þessi þarna og gamli en þegar við fórum að biðja saman þá gerðist eitthvað, þá kviknaði á einhverju og við vorum bara gömlu konurnar og ég, við vorum bara eitt, við vorum í einum anda, við byrjuðum að biðja fyrir öllum heiminum og við byrjuðum að biðja fyrir þessum og hinum og við fengum að sjá Guð svara bænum okkar og þetta var bara svo gaman. Ég var búinn að grafa minn gamla mann, ég var risinn upp sem nýr maður, endurfæddur, við sungum það endurfæddur er ég í því drottinn minn. Ég var nýr maður, ég var endurfæddur, komið nýtt forrit frá himninum, þá var búið að taka út forriti sem var frá jörðu og ég var orðinn nýr maður og ég tók skírn. En skírnin, hún er fyrirmynduð, sögðum við, með Nóaflóðinu. Og það sem Guð gerði í Nóaflóðinu, að hann eyddi öllu mannkyni og allt fór undir vatn. Svo þegar flóðinu lauk, við vitum það að það var einhver sem fór inn í örk. Og örkin getum við sagt, tákmynd upp á Jesúm Krist. Ef þú ferð inn í örkin í dag, að þegar flóðið kemur yfir og þrengingarnar koma yfir þessa heimsbyggð, að þá er líf þitt fólgið í Kristi. Þú þarft ekki að óttast. Líf þitt þú er komin inn í örkina. Þegar flóðinu slotaði, ég man ekki hvað það var, 100 og eitthvað dögum síðar, ég er búinn að gleyma því, 150 dögum síðar, að þá sendi Nói út fyrst hrafn og svo sendi hann dúfu, en nema hvað, að þegar flóðinu slotaði, þá settist örkin á stað sem hét Ararat og er í Tyrklandi núna, sennilega innan landamæra Tyrkland, það var í Armeníu og ég fletti upp þessu orði Ararat, hvað það þýðir og það þýðir bölvunni aflétt eða heilög jörð. Bölvunni aflétt, þannig að nú var Nói með allar skepnurnar komin inn í nýjan heim. Og það er nákvæmlega þetta sem gerist þegar við gefum Jesú líf okkar, þá komum við inn í nýjan heim, við komum frá valdi myrkursins og við komum inn í ríkið hans. Og vitið það að þú getur verið, ég vil ekki vera neikvæður, en ég var að labba með einum hérna og það voru menn sem voru búin að vera í kirkjukórnum í 40 ár, þeir hafa bara aldrei heyrt þetta. Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því að fagnaðar erindið Jesúm Krist, að við eigum að gefast honum, er ekki boðað lengur. Við höfum bara þetta prógram, svo kveikjum á kertum, svo gerum við eitthvað svona og svona og svo höfum við bara gaman.
Nei, þetta snýst ekki um það, þetta snýst um það að almáttugur Guð sem skapaði þig, hann vill eiga samfélag við þig og hann vill eiga þig, hann vill eiga líf þitt. Hann vill vera með þér í öllu sem hún tekur þig fyrir hendur og hann vill taka þig frá þessu valdi myrkursins, öllu sem er að eyðileggja lífið þitt, öllu sem er að drepa þig niður og færa þig inn í hans ríki. Hans ríki. Þannig að þetta gamla er farið og þú ert komin inn í nýjan heim, alveg eins og Nói. Bölvunni var aflétt af jörðinni og jörðin byrjaði að blómstra á ný og það byrjaði að koma, sem sagt, Nói fætti af sér marga afkomendur. Nú, í öðru lagi, við segjum, þetta er greftrun og þetta er upprísa. Ok, þetta er til þess skýrum við. Í öðru lagi, þá er í fyrsta lagi hlýðni, greftrun, upprísa, játning. Játning. Athöfnin er í sjálfu sér játning, þar sem skírþegi játar á táknrænan hátt að hans gamla líferni sé lokið og nýtt líf hafið með Kristi. Og vitið þið, þegar að í Gamla testamentinu, það var munið eftir umræðinu hérna daginn umskurðina. Það var þingkona sem sagði að umskurð væri svo ruddaleg athöfn og væri ofbeldi en svo sá ég bara nokkrum vikum seinna að þá greit hún atkvæði með fóstureyðingum. Það var minna mál að drepa allt barnið heldur en að umskera það. Að umskurð var eitthvað sem að sáttmáli Guð gaf Abraham eða Ísrael og það átti að umskera alla karlmenn sem voru 8 daga eða sveinbörn 8 daga gömul og ástæðan fyrir því að 8 daga gömul að þá er í raun og veru það er rétti tíminn lang, ég kann ekki að segja það á læknisfræðimáli en þetta er eiginlega, húðin er þunn og það er ekkert mál að kippa þessu af 8 daga gamalt. Og ég sá presta gera athugasemdir við þetta væri svo ruddalegt og da. Og ég var að hugsa, er Guð þá ruddi? Þessi Guð sem þessi prestu þjónar, er hann svona mikill ruddi, er hann svona heimskur, veit hann ekki hvað hann er að gera? Ég meina, það er sagt að 2/3 Bandaríkjamönnum séu umskornir, og það er gert af heilsufars ástæðum, hreinlætis ástæðum. Og Ísraelsmenn að þeir losnuðu við marga sjúkdóma í eyðimörkinni, reyndar það voru engi sjúkdómar sem fylgdu þeim, vegna þess að Guð gaf þeim sín boð. Jæja, umskurð. Hvað er umskurð? Það var sáttmála tákn. Þetta þýddi það að maður sem var umskorinn, hann var merktur Guði. Það var bara Guðs stimpill á honum, Guðs innsigli á honum, Guðs merki á honum. Og í Kólósubréfinu, það er svo skrítið, að þá er talað umskurð, er þetta í nýja sáttmálanum líka, þar ég að fara að láta umskera mig. En sjáðu til, það voru bara sveinbörn sem voru umskorinn, ekki stúlkubörn. Í Kólósubréfinu 2:12, þá segir, þegar þér voru greftræðir, nú komum við inn á skírnina, með Kristi í skírninni, í skírninni voru þér einnig með honum uppvakti fyrir trúna á mátt Guðs vakti hann frá dauðum. Þér voru dauðir vegna afbrotaðar og umskurnar leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Í versi 11 segir, í honum eru þér einnig umskornir þeirri umskurð sem ekki er með höndum gjörð, heldur umskurð Krists við að afklæðast hinnum synduga líkama. Ok, hérna talar hann umskurð hjartans. Það er eitthvað annað. Í gamli sáttmálinn, hann var allur í þessu náttúrulega og ytra. Nýji sáttmálinn er fyrir anda okkar og sál. Það er okkar innri maður. Þannig að þegar við tökum skírn, þá er það eins og táknmynd upp á umskurð gamla sáttmálans, að nú erum við komin í sáttmála við hinn hæsta. Og við erum sáttmála börnin hans. Og það er eitt vers hérna í öðru Korintubréfi sem að ég vil lesa í þessu sambandi. Ég vil lesa
Kólunsubréfið, 2:9 og 10. ok, Þá er hann að segja okkur hvað við erum hluti af. já. Því í honum býr öll fylling guðdómsins líkamlega og í honum sem er höfuð hvers konar tignar og vals hafið þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Að við komum inn í þessa fyllingu þegar að við umskurð hjartans á sér stað. Og kannski er þetta flókið fyrir þá sem er að heyra þetta í fyrsta skipti. Ég er búin að heyra þetta og kannski kenna þetta oft, en það er hérna Korinthubréfið, fyrsti kafli á 22. vers, og þar segir, hann hefur sett innsigli sitt á oss og gefið oss anda sinn sem pant í hjörtum vorum. Hann hefur sett innsigli sitt á oss. Við veitum að það sem er innsigla má ekki snerta. Og hann hefur gefið okkur anda sinn sem pant. Og þegar við setjum eitthvað í pant, þá þýðir það að ef ég set eitthvað í pant, þá þýðir það, ég man að þegar ég var 17-18 ára, þá átti ég svona 8 gata bíl og ég átti aldrei fyrir bensíni. Ég læriði það að ég gat samið við mann á BP, sem er Ólís núna, á Laugaveginum. Ef ég setti úrið mitt í pant, þá lánaði hann mig fyrir bensíni. Og stundum var úrið mitt kannski alla vikuna á bensínstöðinni, en ég kom alltaf aftur að sækja það. Og þegar Guð hefur gefið okkur eitthvað í pant, það andinn í hjörtum okkar hann er til vitnis það að Guð mun á sínum tíma sækja okkur til sín, hvort sem við deyjum eða hvort sem við lifum þegar hann kemur. Þannig að við erum merkt honum. Og það er ein saga hérna. Ég veit ekki hvort ég hafi heyrt sögunum Stanley og Livingstone, sem það var á 19. öld að Livingstone fór til Afríku og Kongo og hann týndist. Stanley var blaðamaður, hann var sendur að leita að honum. Og Stanley, þeir lentu báðir í alls konar þrengingum, en sagan segir að Stanley, að hann hérna var á ákveðnum tímapunkti frammi fyrir miklum ættbálka höfðingja, og ættbálka höfðingin sagði honum að það væri bara best fyrir hann að koma sér í burtu og fara heim, og hann var ekkert svona vingjarnlegur við hann. Leiðsögumaðurinn hans Stanley sagði, ég myndi bjóða þessum ættbálka höfðingja að gera við hann blóðsáttmála. Og Stanley vissi náttúrulega ekkert hvað það var, en hinn sagði við hann, ef þú gerir við hann sáttmála, að þá ertu bara safe í allri Afríku. Þannig að hann fór að skoða þetta, og ættbálka höfðinginn, hann vildi gera við hann sáttmála, og sáttmálinn fór þannig fram að það var skorið á báðum úlliðina, láti blóð leka í glas, og síðan drukku þeir báðir, þeir blönduðu blóði sínu saman, þeir voru eitt. Síðan nudduðu þeir sárónum líka saman, þannig að tóku síðan í hendina hver á öðrum, og nú voru þeir sáttmála bræður, þeir voru eitt líf. Síðan var sett aska eða eitthvað í sárið, þannig að þegar einhver sá sárið, þá sá hann að þarna var sáttmála maður á ferð. Þetta er eitthvað sem er praktiserað ennþá í Afríku. En þegar þessi sáttmáli var gerður, þá var skipst á gjöfum. Og Stanley, hann var slæmur í maganum og hann var með geit með sér. Og hann þurfti á geitamjólkina að halda til þess að laga magan. Og nú vill svo til að höfðinginn vill fá geitinans. Og hann vill láta hann hafa spjótið sitt í staðinn. Og Stanley, honum fannst þetta að vera mjög slæm skipti. En leiðsögumaðurinn sagði við hann, þú fattar þetta ekki alveg ennþá, láta hann hafa geitina, og það varð úr að Stanley lét hann hafa geitina, fékk spjótið. Og það sem gerist eftir það,
Þetta var einn af voldugustu ættarhöfðingjónum í Kongó á þessum tíma. Það sem gerist eftir það að það var sama hvar Stanley fór með spjótið, það vakti allstaðar ótta og ugg hvar sem hann kom. Menn vissu hver átti þetta spjót og það þorði enginn að snerta við Stanley. Vegna þess að þeir vissu það, ef þeir ætluðu að gera eitthvað við Stanley, þá voru þeir líka að gera það höfðingjanum. Og það var honum að mæta. Og það er einmitt þetta sem er myndin líka fyrir okkur, að þegar við tilheyrum Guði, þegar við erum merkt honum, þegar við höfum gefist honum, þá er Guði að mæta ef einhver kemur gegn okkur. Það er ekki bara okkur að mæta, við erum börnin hans, við erum sáttmála börnin hans. Og svo er það að lokum þetta fyrirheitið heilagan anda. Að það segir ég talaði dúfuna, ástæðan fyrir þessu með dúfuna er að þegar Jesús var skírður, þá kom heilagur andi yfir Jesú í dúfu líki. Svo heyrðist rödd frá himni sem sagði, þess er minn elskaði sonur. Og síðan er það að Pétur, þegar hann er að predika í postulasögunni, þá segir hann, gjörið iðrun og takið skírn og þér munuð öðlast að gjöf heilagan anda. Og þannig að þetta er fyrirheit að þegar við hlýðum Guði, þá kemur heilagur andi inn í líf okkar og byrjar að ganga með okkur. Og það er svo merkilegt, ef við munið eftir söguna af honum Pétri, þegar hann var skjálfandi á beinunum í garðinum og þorði ekki að segja að hann væri lærisveinn þessa manns. Hann bara þorði ekki fyrir sitt litla líf og allir hinn lærisveinnum þeir flúðu. Svo sjáið þennan sama Pétur í postulasögunni, þar sem hann hefur verið skírður, þar sem hann hefur líka verið skírður í heilögum anda, hann er búinn að fá heilagan anda. Þetta er allt annar maður. Þetta er allt annar maður. Hann talar og hann predikar frammi fyrir 5.000 manns og hann er fullur af krafti Guðs og djörfung og hann er ekki hræddur við neitt. Og svo þegar farísearnir og ráðamennir handtakan og að honum er létt sama vegna þess að Guð er með honum og það bara haggar honum ekkert. Og það eru fleiri sögur hann, við sáum hvernig hann var leystur úr fangelsi og allt það. En það sem ég langar að leggja áherslu á er að Pétur varð annar maður. Og málið er það að ef að þú tekur þá ákvörðun að fylgja Jesú Kristi, gefast honum, skýrast til hans og færð heilagan anda, þá getur þú orðið annar maður. Mitt líf gjörbreyttist. Það gjörbreyttist. Lífið hans sem ég var að segja ykkur frá, það gjörbreyttist. Það gjörbreyttist. Frá því að vera ofbeldismaður, þá var hann núna bara eins og lamb og hann bað alla fyrirgefninga. Ég hjálpaði honum að skrifa bréf, túlka bréf til tælenskra konu og hann bað fyrirgefningar, hann iðraðist. Og Guð gaf honum nýja byrjun. Og það er einmitt þetta sem að skírnin er mynd af, skírnin er mynd af nýju lífi í nýju ríki. Við erum ekki lengur í þessu ríki heimsins, við tökum skref, við förum ekki út úr þessum heimi, við tökum skref inn í annan ósýnilegan heim og byrjum að lifa nýju lífi með Jesú Kristi. Og hann er okkar sáttmála bróðir og hann hefur sagt, ef einhver snertir minn augastein, þá er mér að mæta. Amen. Þannig að skírnin, hún gefur okkur fyrirheit þennan mikla, volduga, heilaga anda sem er líka persóna. Heilagur andi, hann var gefinn okkur, eða lesið í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla, Jesús sagði, ég mun senda ykkur annan hjálpara, að hann sé með ykkur að eilífu. Þannig að heilagur andi, ég sé hann ekki, en ég finn oft nærvera hans og ég veit að það er hann. Ég er að lesa í Biblíunni og ég finn að hann kemur. Ég stundum
eitthvað truflaður í huga mínum, ég byrja að tala við hann, lesa orðið og friðurinn hans kemur. Og það segir að hann talar alltaf frið til dýrkenda sinna. Þannig að þetta er myndin af þessari göngu okkar frá valdi myrkursins og inn í ríki hans elskaða sonar. Og það er bæn mín að við mættum bara skýra sem flesta hér í Keflavík, að við mættum fá sem flesta til þess að koma, að við fáum að sjá svona mynd hérna niður bara við Höfn, að fólk er að taka skírn af því að vil fylgja Jesú Kristi. En sjáu, það eru tveir andar í heiminum. Það er andi heimsins, það er andi Guðs. Andi heimsins stendur gegn Guði. En Guð, hann stendur gegn dramblátum, segir einhver staðar, en hann er nálægur auðmjúkum. Og þess vegna er gott að vera auðmjúkur og það sem kannski fólki finnst vera heimska predikunarinnar, að það er allt í lagi. Og bara einn sagalókun þegar ég frelsaðist, þá var ég ægilegu töffari. Alltaf út að skemmta mér eins og ég sagði. Ég átti eitt góðan drykkjufélaga og hann sagði við mig, nú ertu alveg glataður. Og svo er það að við erum að keyra saman í Reykjavík, ég hitt hann og þetta er svona hálfu mánuði eftir að ég segi honum að ég hef ákveðið að fylgja Jesú Kristi. Og hann er að svona lesa mig pistilinn og segja mér hvað ég sé rosalega vittlaus og heimskur að hafa látið heila þó mig og trúgjarn. Og ég var svona strax orðin öfgakristinn, var bara með Nýja testamenti í vasanum. Og þá tók ég upp þessa ritningu sem ég las fyrir ykkur í upphafi. Orð krossins er heimska þeim sem glatast, og ég las það fyrir hann. Ég sagði, sjáðu, jafnvel Guð veit að þetta lítur út eins og heimska. En fyrir mig að þá er þetta lífið sjálft. Amen. Þannig að bara takk fyrir að hlusta í dag og við skulum bara biðja saman og ljúka útsendingunni í Jesú nafni. Ef þú hefur ekki tekið skírn og ert að horfa, að þá er gott að gefa fyrst Jesú líf sitt, síðan staðfestum við það með skírn. Það er einhver að benda mér á að það glemdist að taka fórnina, þannig að við höfum bara baukinn hérna fram á borði og eftir og pósinn, þannig að ef þið viljið gefa í starfið, þá er það þar. Amen. Segðu bara, Drottinn minn, ég vil þakka þér fyrir heilaga orðið þitt og þakka þér fyrir að þú ert minn sáttmála bróðir og þakka þér fyrir að þú hefur frelsað mig frá valdi myrkursins, flutt mig inn í ríki þíns elskaða sonar. Og ég bara þakka þér fyrir að ég má ganga með þér áfram allt til enda, Faðir Guð. Og þakka þér fyrir landið mitt, þjóðina mína, þakka þér fyrir að þú ert Guð vors lands, lands vors Guð, og við getum í sameiningu lofa þitt heilaga nafn. Takk fyrir það, Drottinn. Takk fyrir það, Drottinn minn, í Jesú heilaga, blessaða, góða nafni. Amen. Amen. Mér langar að bjóða ykkur, ef það er einhver sem vil fá fyrirbæn í dag, að þá viljum við biðja saman. Og við skulum bara standa upp, ef það er einhver sem vil koma hérna fram, ef það er eitthvað sem er að hrjá þig,